Ok, við ætlum að fara í bakið aftur. Núna ætlum við að taka stóra bakvöðan, eða latissimus dorsi, og litlu vöðvan hérna tengjast. Það er hérna aftan á axlum, það er rotatorinn og það er teres major og fleiri litlu vöðvar hérna. Fólki sem er mikið í tölvum eða skrifa eða svoleiðis, það getur oft alveg fundið hrikalega. Oft þegar fólk er með axlameiðsli, þá er það fyrsta sem ég læt að fara að gera, það er að rúlla axlirnar, brjóstvöðvan og rotatorvöðvana, hérna litlu vöðvana hérna og stóra bakvöðvan. Hann togar í allt niður og þið verður komið skerta hreyfigetu sem oft endar með sársauka. Þá kannski ekki endilega neitt að öxlanum á okkur þó að verkurinn sé þar, þá er það yfirleitt afleiðingin, en orsökin getur verið stuttu vöðvar hérna undir. Það er ekkert að segja að þetta sé staðreynd, en ég myndi byrja alltaf á þessu. Þannig að við ætlum að byrja á að taka þessa litlu vöðva og það sem ég vil gera hérna, ég vil setja hann djúpt inn í armkrikan. Svo lyfti ég mér upp og ég rúlla fram og tilbaka. Þannig að ég lyfti þannig að rassið sér fara aðeins frá. Þetta getur verið alveg djöfullega vont. 10-20 sinnum. Ef þetta er það vont að þið geti ekki gert þetta svona, þá mæli ég með þig, lófið snúi upp, handarbakið niður, eins og þá er nóg að velta sig bara fram og tilbaka með þungunum á. Það getur bara verið nógu vont. Ef þið finnið punkt, setja þrýsting á það, 10-20 sekúndur, svo reynið að halda á. En þið viljið geta farið að rúlla fram og tilbaka. Ég tek sem sagt, ég opna svolítið brjóstkassann, rúlla mig. Svo vil ég halla mig aðeins fram, ég fara aðeins yfir og rúlla mig aftur. Hérna eru fleiri vöðvar. Ok, svo er það stóri bakvöðin og hann nær náttúrulega alveg hérna upp frá og alveg niður á neðstu rifbeinin. Þá erum við aðdalið hérna og niður. Tíu til 20 sinnum og lykilatriði erum að vinna niður sársauka. Svo þegar þið eru orðin betri, finnið einhver sársauka, þá er alveg nóg að fara 10 sinnum. Það ætti ekki að taka mjög langur tíma að vera á þessu. En meðan þið eru að vinna niður sársaukan, hafa aldrei farið á rúllun áður og eru með stuttan bandvef, þá er mjög mikilvægt að sinna þessu. Og þá getur alveg að þið eyði alveg 20-30 mínútum á rúllunni og þið munið svitna eins og ég veit ekki hvað. Þannig að það er bara eðlilegt. Þetta er hreyfing, þetta er ákveðin kórvinna, þið eru algjörlega ný í salnum, þá mun þetta bara hjálpa ykkur með smá kórvinnu og þið eftir að svitna og vekja líkamann aðeins. Þannig að þetta er alltaf fyrsta vinnan, svo förum við að taka hreyfitegjur, æfingar og svo tegja eftir hann. Ok.